Komið blessuð og sæl og verið velkomni með okkur í Hvíta máva. Gestur þáttarins í dag sveitastrákur, náttúrulega löngu fluttur á mölina. Hann þjónar útlendingum, hann hefur gert ýmislegt annað og kannski mest verið í blaðamennsku. Óskar Þór Halldórsson heitir hann og við ætlum að spjalla hérna á eftir. Óskar Þór, vertu velkominn. Takk fyrir það. Þegar ég hringdi þig ætlaði að fá þig til að spjalla, þá varstu veðurteftur austur í Mývatnssveit. Já. Það var lokað í Víkurskarðið. Já, veistu það, þetta í fyrsta skipti síðan ég byrjaði í svona túrisma sem ég lendi því að Víkurskarðið er lokað. Já. Þannig það ekki eins og þetta gerist á hverjum degi. Nei, en það hefur verið rysjótt tíð töluvert núna undanfarið. Hvernig hefur þetta verið í ferðamennsku, verið að fara með útlendinga út Kaupin og Hvalinn? Það er auðvitað erfitt þegar maður sérstaklega, ég er búinn að vera núna undanförnu að leiðsegja Bretum sem komu hingað í beinu flugi. Já, þetta nýja. Já. Og við erum þá með nokkuð stóru hópa því að ef að vélarnar eru fullar þá eru þetta 180 manns og skiptist á 4 rútur þá. Og þegar maður er sem sagt með ábyrgð á, ef maður segja 60 manns í stóri rútu og lenda svo í svakalegu hvassviðri eins og við höfum lent í núna til dæmis, ég var að hugsa einmitt það núna síðustu ferðinni í Mývatnssveit þegar við lentum í þessari lokun í Víkurskarði, að þetta var þriðji dagurinn í röð í Mývatnssveit sem við lendum í svona svakalegu hvassviðri. Það hittist bara þannig á. Já. En maður eiginlega guðslefandi feginn þegar maður kemur á kvöldi og allir eru heilir. Já. Því að það er ekki sjálfgefið mál ef að það er ekki annað en að einn stígi fæti niður á hálku, eða sem sagt ís og þá eru menn komin á hausinn og geta stórslasað sig. En þannig að varúð og varkárni er alveg lykilatriði í þessu og þetta hefur gengið ótrúlega vel. Þrátt fyrir allt. Og þessi móttaka á þessu fólki miðað við það að farið hefur flug til Keflavíkur út af því að menn lendi ekki hér og annað, hefur það sem sagt gengið sæmilega? Það gengið mjög vel. Og fólk ánægt? Já. Fólk er mjög ánægt. Ég heyri ekki annað. Allan að fáum við mikið klapp á bakið við sem erum að leysa þessu fólki og ég heyri það frá öðrum sem er að þjóna þessu fólki. Þannig að það er mikið að gera í tengslum við þetta? Já. En hvað þýðir mikið að gera í ferðaþjónustu? Já, sko, ferðaþjónusta hér fyrir norðan hún er bundin að langmestu leyti, það verður segist alveg eins og við sumarmánuðina. Já. Og því er þetta beinaflug, innspýting fyrir ferðaþjónustuna á þessu svæði. Það er ekki nokkuð af því. Og ég hef lengi haldið því fram og þetta er algjörlega staðfesting á því að það er lykilatriði að fá beintflug til hingað beint norður. Við getum ekki treyst á flug að sunnan hingað með ferðamenn, sérstaklega við veturinn. Já. Vegna þess að það er einfaldlega og dýrt. Það kostar allt og mikið að bæta þessu við. Já, í ferðina. Í ferðina fyrir fólk að koma hingað norður. Já. Það er líka að sé dýrara heldur en að fara frá Íslandi til Evrópu. Þetta er náttúrulega ekki hægt. Og þess vegna verður Norðurland og þessi landshlutar Austurland út undan og því er þetta gríðarlega mikilvægt að þetta gangi vel og þetta hefur gengið vel. Og ég heyri ekki annað á þessari bresku ferðaskrifstofu að hún ætli bara að bæta í. Og það er mikið gleðiefni. Já. Sko það er svo merkilegt að þeir koma fljúgandi inn en þeir eru að koma frá ýmsum stöðum, ýmsum borgum. Já, ég held að það sé lykilatriði. Það er merkilegt. Já, það er mjög merkilegt. Ég held að þetta er í fyrsta skipti sem ég heyri hér á Íslandi að það sé gert. Það komi hér farþegar frá mörgum mismunandi borgum og mismunandi stærð. Síðasta hópurinn sem ég leiðsaði var frá Norwich. Já, einmitt. Og þetta er frá Skotlandi, frá Edinborg man ég og mörgum stöðum ég held að það sé bara ein ferð frá London. Já. Af þessum 14 ferðum í vetur. Ég hef verið að fylgjast með þeim svona á radar, að fylgjast með fluginu sko. Þeir eru verið að fljúga alveg niður til sko Bristol og því svæði suðvesturhornið og annað sko. Já. Þannig að þetta kemur víða að. Þetta kemur víða að. Ég held að það sé
lykilatriði. Þetta er unnið það sama sem gildur um þá og landsbyggðinni í Bretlandi, ef maður getur talað um það. Og utan London svæðisins og bara okkur, við nýtum okkur beint flug frá Akureyri til útlanda. Já, heldur betur. Já, það gildir nákvæmlega sem Breta. Já. Óskar Þór, sko, maður stekkur nú bara ekkert upp í rútu með 40-60 manns svo aftur að fara að leiðsegja. Nei, kannski ekki. Það er eitthvað á bakvið þetta? Já, það er heilmikið á bakvið þetta. Fagmennskan í ferðaþjónustu hefur verið að aukast og það er gerð krafa um það hjá mörgum fyrirtækjum að sé mennta fólk í þessu og ég hef verið að vinna mikið fyrir SBA Norðurleið, leiðsegja fyrir það fyrirtæki og þeir standa sig mjög vel, gera þessa hlutina mjög fagmannlega, ég verið að hæla þeim fyrir það og þeir vilja gjarnan fá mennta leiðsögumenn. Ég fór í það á gamalsaldri að læra að vera leiðsögumaður. Ég fór í það veturinn 2013-14 og þá tók ég líka meira prófið. Þannig að ég hef réttindi til þess að... Já, þú ert með rútuprófun á þess líka? Já, ég sem sagt ákvað að fara alla leiði, sem maður getur sagt, og ná mér í þau réttindi til þess að hafa möguleika á því að vera ökuleiðsögumaður. Og ég er að vinna eiginlega meira sem slíkur heldur en leiðsögumaður með bílstjóra. Og ertu þá að keyra 60-70 manna rútu líka? Nei. Þá er bara um að ræða minni hópa, kannski upp að 20 manns. Já. Það er eiginlega miðað við það að sé aldrei fleiri en 20 manns á ábyrgð bílstjóra og leiðsögumanns. Það er að segja í sama manninum. Ef við förum fram yfir 20, þá er reglan orðin svo að það sé leiðsögumaður með. Já. Og það verður bara að vera. En Óskar, þú ferð af stað frá Akureyri, þú tekur á móti fólki, þú tekur á móti þeim á flugvellinum. Stundum gerir það, Já, en ekki alltaf kannski. Ekki alltaf, nei. Stundum er fólk bara á hótelum eða gistihús á Akureyri og þá tek ég það upp. Þú hittir þetta fólk á mótni, ert að fara með það í ferð, þarft að kynna þig og þar fram eftir göttunum. Og hvað svo? Ertu talandi alla rolluna austur í Mývatnssveit? Já, ég reyni að nýta tímann þegar við erum að keyra á milli staða til þess að segja fólki frá því sem fyrir augu ber. Já. Og tengja þá það sem fyrir augu ber, til dæmis á leiðinu austur í Mývatnssveit, við bara samfélagið og þjóðlífið almennt. Fólk er forvitið það hvernig við lifum á Íslandi. Já. Og ég reyni að leggja áherslu á það að segja fólki mikið frá því. Hvernig þetta samfélag sé byggt upp, á hverju við lifum hér, hvaða laun við höfum, hvaða skatta við erum að borga og svona. Þetta er hluti sem að fólk er mjög forvitið að vita. Það ber sama við þá sitt eigið samfélag. Já. Þetta er alveg sama sem við erum að hugsa þegar við erum kannski að fara eitthvað til útlanda. Já. Og auðvitað líka sambandi við að sjálfsögðu náttúruna og eldfjöllin og jarðfræði. Jarðfræði og það allt saman. Það að sjálfsögðu, margir eru komnir til þess að upplifa það og ég vil nú meina að meirihluti fólk sem að sækir Ísland heim sé upptekið af íslenskri náttúru. Já. Að sjálfu leiðir. Já. En sko, hvaða skólagöngu hefurðu á bakvið þetta? Sko, í gamla daga, eftir menntaskóla, ég var í Menntaskólanum á Akureyri, þá fór ég í landafræði í Háskóla Íslands. Já. Og ég var satt best að segja að ætlaði mér að fara í framhaldsnám í landafræði og var eiginlega kominn hálfur inn í skóla í Kanada. En örlögin breyttu þeim áformum. Já, eins og oft vil verða. Já. Og ég fór allt aðra leið og hef svo aldrei klárað það nám. Nei. En það hefur... Ég lauk sem sagt BS-próf í landafræði. En það hefur hins vegar nýst mér afar vel í starfi leiðsögumanns. Já, það hlýtur að vera. Já, og ofan á þá landafræðina og bara lífsins skóla fór ég í leiðsögumannsnám í Háskólanum á Akureyri veturinn 2013-14 og kláraði þá meira prófið í framhaldinu. Já, akkurat. En, notabene, það leiði nú þarna ákveðin tími þarna í millitíðinni. Þú náttúrulega varst í blaðamennsku í mörg ár. Já, það var nefnilega þessi tilviljun sem reiði því að stoppaði þessi áform mín að fara til Kanada og læra að taka framhaldsnám í landafræðinni. Ég fekk uppringu, ég held að það hafi verið frá Eggert Skúlasyni,
sem var lengi fréttastjóri á Tímanum og síðar var hann á Stöð 2, ritstjóri DVF um tíma. Já, hefur ýmsa Já, já. Þeir voru bara fréttastjórar Tímans í þá daga. Hann og Birgir Guðmundsson sem hér í Háskólanum á Akureyri yfir fjölmiðladeildinni. Já, já. Og þá var nú Indriði G. Þorsteinsson sjálfur ritstjóri Tímans. Já. Og Eggert spurði mig, ertu til í, þú hlýtur að vera með einhver blaðamennsku gen. Bræðunni búin að fara þessa leið. Ertu ekki til í að okkur vantar í kvelli mann til að leysa af? Og ég sagði, ég að fara alltaf að leið, ég hef bara enga möguleika á því. En leiði mér að hugsa þetta. Og ég hugsaði og sagði, ok, ég slæði til, geri þetta ár og svo fer ég. Já, lengi ár. Já. Ég var 1 ár á Tímanum og síðan kem ég hérna norður og þannig ég fór aldrei til Kanada. Ég var í blaðamennsku á 30 ára. Svona getur nú lífið tekið uppbeygjur bara með einu símtali. Já, það er ýmislegt sem getur gerst. Já. En sérðu nokkuð eftir því? Nei, ég sé alls ekki til því, sko. Ég sé alls ekki til því. Það margt auðvitað, ég er búinn að vera á dagblöðum. Ég var hér á Tímanum 1 ár. Ég var á Degi og Akureyri blaðamaður og síðan ritstjóri tíma. Og síðan var ég á Stöð 2 í nokkur ár hér á Akureyri og svo síðan á RÚV, Ríkisútvarpinu tíma. Þannig að maður fékk alveg rosalega mikið í reynslubankan og það nýtist allt saman í leiðsögn í dag. Það hlýtur að vera. Já, leiðsögn gengur út á það að hafa áhuga á því sem að, áhuga á samfélaginu, áhuga á fólki og geta sagt frá. Já. Þannig að allt nýtist þetta mjög vel til þess að miðla til fólk sem er forvitið land og þjóð og flestir sem hingað koma eru það. En við vorum eiginlega komnir borðið út og þú varst að segja og tengja þeir út á leiðunum, eitthvað kannski austur í Mývatnssveit eða Goðafossi eða hvað sem er, að útlista bara líf okkar hér og þú nefndir laun og skatta og hverju við lifum og þar fram eftir göttunum. En svo kemur þau á áður auglýstan áfangastað. Já. Og ertu þá búinn að undirbúa fólkið og segja þeim frá öllu í tengslum við það eða ertu að reyna að tala við það líka úti við staðina, við Goðafoss eða eitthvað þess aftar? Það er misjafnt. Ég reyni að, ef ég er með litla hópa, þá reyni ég að, eins og maður segir, lesa í fólk frá Akureyri að Goðafossi. Og það er ótrúlega hvað tekst oft vel að átta sig á áhugasviði fólks. Já, spurningarnar og það. Það er mjög mismunandi eftir þjóðernum, mér liggur við að segja. Bandaríkjamenn til dæmis eru mjög forvitnir eða bara fróðleiksfúsir, skulum við segja. Þannig að þeir kalla eftir öllum upplýsingum. Já. Aðrar þjóðir, sumar hverjar eru ekki eins fróðleiksfúsar og þá er maður hreinlega bara ekkert að segja þeim allt og mikið. Nei. Því að fólk vill upplifa hlutina svo misjafnan hátt. Stundum segi ég þessa hluti eins og til dæmis söguna Goðafoss ef ég finn að fólk vill fá slíkar sögur. Tenginguna Þorgeir ljósmyndingagoða og allt það. Já. Þá segi ég það, stundum ger ég ekki. Ef ég bara meta þannig að það fari bara inn annað út hitt, sko. Já. Þá hefur enga tilgang. Nei, þá eru sumir kannski sem eru þannig að þeir vilja þá freka bara sitja í þögninni og horfa. Já, það er akkúrat málið. Getur það ekki verið líka? Jú, það er akkúrat málið. Þannig að maður þarf að segja það að maður þarf að lesa fólk upp á það að átta sig á því hvort það vill fá allar upplýsingarnar sem maður er kannski vanur að segja eða ekki. Já. Og það er ágætt að tileinka sér það. Maður þarf að vera svolítið mannþekkjari. Já, það hlýtur að vera. Já. Og geta sagt frá, þú ert nú búin að segja frá þá kannski, já, náttúrulega bara bæði í fjölmiðlum, útvarpinu og svo á prentinu. Já. Mikil óskum, maður er náttúrulega búin að vera á fullu í að segja sögur og talandi blaðamennskuna og allt það, þá verð ég að nefna eina frétt sem að ég held að standi upp úr blaðamennskuferlinu hjá mér. Ég fór að hugsa þetta og hringdir í mig, ég get ekki nefnt eitthvað sem að kemur svona upp í hugan og ég fór svona yfir sviðið, margt það sem maður er búin að gera, skemmtilegt og áhugavert, en ein frétt stendur alltaf upp úr. Ég var rétt byrjaður í blaðamennsku Tímanum 1988 haustið. Þá fáum við uppringu upp á Tíma, eldri kona, hún var búin að búa á Íslandi lengi, þýsk kona
og hún segir okkur frá því að hún hafi verið að horfa á þýskan sjónvarpsstöð. Þar hafi komið fram að Viktor Kortsnoj, hann hafi verið, eða væri að tefla skák við framliðin skákmeistara. Hvar? Já, það var bara málið. Okkur þótti þetta náttúrulega bara algjörlega út kú. Já. En málið var það að hún kveikti gamla konuna á því að þetta kannski gæti verið fréttnefnt vegna þess að Kortsnoj var þá staddur á Íslandi. Að tefla á einhverju stóru skákmóti á vegum Stöðvar 2, man ég. Nema hvað að ég, stráklingurinn, nýbyrjaður í blaðamennsku, ég var búinn að vera í nokkra vikur, mér var hent út í þessa djúpu laug að tala við Kortsnoj? Að ná í Kortsnoj og fá þetta staðfest. Já. Og mér gekk það ekki fyrsta daginn. Hann vildi ekki við nokkurn mann tala og bara var að undirbúa sig, maður skildi það út af þessi vel. Já, en hvernig reynur að nálgast svona menn? Sko, við náttúrulega bara vorum ósýmnir. Já. Nei, ég veit, við fórum bara niður á hótel, við vissum hvað hann var. Já. Hótel Holiday Inn, ef ég maður rétt. Og bara sátum fyrir kallinum eða kom skilabóðum til hans, hvort það væri hægt að fá að tala við hann. En hann sagði bara nei. Við reyndum svo daginn eftir og þá sagði hann, allt í lagi, ég skal hitta hennar blaðamann. Já. Við settumst niður og fyrsta sem Kortsnoj sagði, að ég til ég að segja ykkur frá þessu, en í staðið þurfa að keyra mig upp í Kringlu eða í verslunarmiðstöðina sagði hann, sem var í hliðina á Borgarleikhúsinu því að mótið fór fram þar. Já. Þetta var mjög góð díll og við samþykktum það eins og skot. Nema hvað, hann staðfestir það að hann sé búinn að vera að tefla þessa skák við framliðin ungverskan skákmeistara. Og ég spurði, já hvernig stendur skákin? Já, hún í þokkalegu jafnvægi, sagði hann, 30 leikir búnir og telur að þú setur mig betri stöðu? Já, hann gerði mistök, hann fórnaði manni og klikkaði svolítið þar. Þannig að ég veit ekki hvernig skákin fór, en þetta vakti heimsathygli, ekki bara á Íslandi, þetta vakti nefnilega mikla athygli. Og ég fekk svo uppringu einhvern tímann hann morguninn, bara 11-leytið morguninn. Þá var tíminn komin út? Þá var tíminn komin út. Já. Og þá vissi ég ekkert það og búið að senda þetta út á fréttaskeyti, í Ritzá og út allan heim. Þetta vakti svo mikla athygli. Og ég fekk síðan uppringu 11-leytið frá BBC í London, hvort ég geti verið tilbúin í beina útsendingu í hádegisútvarpinu til að segja frá þessu. Gerður það? Ég gerði það, já. Og ég held, ég man ekki betur en ég fengi aðra uppringu eftir hádegið frá einhverjum öðrum fjölmiðli út í heimi. Já. Og svo frétti ég bara síðan, þetta var út í blöðum bara allan heim. Já, en veistu ekkert hvernig skákin fór? Nei, því miður veit ég það ekki. Og skar? Já, þetta er þessi forsíða sem er mjög eftirminnileg, sko. Hér stendur það. Viktor Kortsnoj í einkaviðtali eins og þú myndir segja, við tímann sérkennilegustu uppákomu allara tíma í skákheiminum. Það var ekkert innan það, sko. Gangandi skák við annan heim. Já. Það var alltaf frumleg fyrirsögn. Stórmeistarinn Geza Marossi fæddist 1869, lést 1951. Hann terminum við Kortsnoj handan. Fullist að þetta sé fyrsta handan heimsskákin. Já. Sko, hann 51 og þetta er 88, sko. En hvernig koma leikjónum til hans? Já, það var einhver miðill sem Kortsnoj hefði aldrei hitt, sem að miðlaði leikjónum á milli skákmeistarana. Það er að segja að miðillinn sendi Kortsnoj leikina, annarkvort, þá var engin tölva komin náttúrulega á þessum tíma. Hann sendi leikina annarkvort bréflega eða hringdi í Kortsnoj og sagði leikina og svo hringdi Kortsnoj í hann til að koma leikjunum yfir. Hannes 1 til Hannes 3. Þetta er náttúrulega absúrt. Þetta er magnað. Þetta er magnað, já. Þetta er magnað. Þetta er eftirminnileg frétt. Já, ég trúi því. En hvernig var hann, kallinn? Kortsnoj. Hann var mjög skemmtilega, það var mjög gaman að hitta hann. Og það var líka mjög eftirminnilegt að keyra kallinn bara í aftursætinu og eldgömlum lélegum bíl upp í Borgarleikhús. Það sem hann var að tefla. Já, sem var að tefla. Var ekki það sem hann púaði sígaretturykkin? Ég held að það var ábyggilega seinna, sko, þegar hann var að hálfdrepa Jóhann Hjartarson. Já. Úr sígaretturykk. Já, alveg rétt. Þá reyktu skákmenn við borðið. Alveg rosalega. Já.
Óskar, hérna, þú hefur skrifað ekki fullt, þú hefur skrifað bækur líka. Já. Ævisögu Já. og þið systkinin öll frá Jarðbrú í Svarfaðardal, þið gáfuð út bók fyrir skömmu. Já, þetta sko, það eitthvað sko varandi að skrifa, ég náttúrulega skrifaði auðvitað í dagblöð, bæði Tímann og Dag í gamla daga, mikið. Og mér hefur alltaf þótt rosalega gaman að glíma við íslensku. Þetta ákveðin ástríða. Ég elska íslensku. Já. Þetta vinna með tungumáli. Mér finnst það svo gaman. Og mér finnst það svo þarft að gera það. Þannig að ég er svolítið ótta af því að við séum að glata henni svolítið. Vonandi ekki. En nema hvað að það leiddi einhvern veginn að eitt af öðru. Að ég kalla mig nú ekki aldrei rithöfund, ég kalla mig grúskara. Já. Þannig að ég hef haft gaman að því að grúska, taka viðtölu fólk og nota reynslunum mínu á blaðamennskunni og tvinna saman í svona læsilegan texta. Og ég skrifaði þessa ævisögu Helenu Eyjólfsdóttur, söngkonu, 2013. Já. Og hún kom þá út fyrir jólin og síðan af algjöru tilviljun þá var þessi bók að veruleika sem kom núna fyrir síðustu jól, en í október síðastliðnum, sem við systkini gáum út og heitir Svarfdalasýsl. Það byrjaði nú bara það ævintýri á því að ég var að grúska einu sinni sem oftar við tölvuna mína og svo bara vattaði einhvern veginn upp á sig og allt í einu var það komið miklu meira en það átt að vera. Og þetta þá sögur sem að þið rifjið upp saman systkin? Ég hef ekki séð þessa bók. Nei, sko, þetta eru 3 kaflar. Ég byrjaði að skrifa mína forfeður svolítið. Ömmu mína á Jarðbrú í Svarfaðardal og systkini hennar. Og einn kaflinn fjallar þau systkinin og svona anga út frá þeim. Og svo ákváðu þegar ég var búinn að skrifa það, ég fór að sýna bara bræðrum mínum eða systkinum hvað ég var að bardúsa. Og þeim fannst þetta svo merkilegt að þau vildi endilega að töldu að þetta væri ætti að koma fyrir almenningssjónir. Já. Ég hafði aldrei hugsað þannig. Hefur þú þá skrifað allt efnið úr bókinni? Nei, ég skrifaði þann kafla alveg og svo skrifaði við ákveðum svo útvíkka verkefnið og gefa út sem bók. Og ég skrifaði annan kafla Húsabakkaskóla, sögu hans frá upphafi til enda. Ég var þar sjálfur og við öll systkinin, þannig að mér var máli skylt svolítið og það var svona saga sem ég fannst aldrei mætti ekki glatast. Nei. Þannig ég fór að afla heimilda og mynda í það og 3. kaflinn sem við skrifum í sameiningu, ég og Atli bróðir minn, var land og sýni. Já, gerð myndarinnar Lands og svona, 1979. Já. Þannig að þemað rauðu þráðurinn í bókinni Svarfaðardalur, okkar gamla heimabyggð. Já. Og svona svolítið óður til sveitarinnar, getum við sagt. Svarfaðardalur, hann sterkur í ykkur? Já. Og þér, ferðu oft þangað? Nei, ég fer svo sem ekkert óskaplega oft þangað, en mér finnst alltaf notalegt að koma þar. Og jú, það eru rætunar þar. Það er sjálfur leiðir. Já. Og okkur fannst, við hafa svona ákveðna skyldur, okkur gömlu sveit, og það er svona gáðum þetta út í sameiningu við systkinin. Hvernig gekk það? Það gekk bara ótrúlega vel. Og eiga ekki allir Svarfdalingar að lágmarki 2 eintök? Ég veit þann svo sem ekki en þetta gekk bara ótrúlega vel og við erum afskaplega þakklátt fyrir frábæra viðtökur. Já. Óskar, í ferðamennskunni, af því að það er nú þitt aðalstarf núna, er þetta fullt starf, í föstu starfi eða hvernig er þetta? Nei, það er það nú ekki. Ég getum sagt, síðustu sumur, frá því að kláraði námið 2014, þá er ég búinn að vera á sumrin, öll sumur í fullu starfi. Og ég hef oft lýst þessu eins og togara sjómenn fara í langa túra norður í Barentshaf. 30 daga í einu? 30 daga í einu. Að þá fer ég í maí og kem aftur í september, lok september. Er þetta bara þannig? Nei, ég segi það nú kannski. Nei, ég veit hvað þú veit. Já, sem sagt að þetta er törn, þetta er rosalega mikil vertíð og maður bara vinnur meðan maður stendur. Það er bara þannig? Já, þannig laga. Verður maður ekki þreyttur á þessu? Jú, þetta er eins og krakkarnir segja töff. Þetta er töff? Já, það er það.
Ef þú ert að vinna með góðu fólki, skemmtilegu fólki og ef þú ert að vinna dag eftir dag í frábæru veðri, þá gleymur því að þetta sé töff. En þetta getur líka verið erfitt ef þú ert að vinna kannski í júlí í 3 gráðum í Dettifoss. Það getur líka verið, en það getur líka verið spaugilegt. Já, það getur verið það líka. Já. En þetta gengur út á það að halda upp í húmórnum. Stundum er það erfitt ef þú ert illa upplagður og ef að veðrið er að drepa þig, þá getur það verið erfitt. Og að þú ert með Þjóðverja? Nei, Þjóðverja er fínir. Nei, ljótt að segja svo. Þeir eru fínir. Já. Nei, þetta gengur út á mannleg samskipti og gengur út á það að nálgast fólkið. En þér þykir þetta skemmtilegt? Já, mér finnst það mjög skemmtilegt. Já, myndirðu hvetja fólk til að fara og læra þetta? Já, Eða taka með þetta sem aukastarf? Ég myndi ekki segja þetta að hendi öllum þetta starf vegna þess að í fyrsta leið þú ert að hafa áhuga á landi og þjóð og þú ert að hafa áhuga á fólki og geta umgengist fólk. Já. Það er lykilatriði. En þetta er ekki, ég er í svo sumrin og ég er hlut til á veturnar, en svo er ég að gera bara ýmislegt annað á veturnar. Já, eins og að skrifa. Eins og að skrifa. Ég hef verið unnið til dæmis mjög mikið núna í síðustu ár fyrir Verkmenntaskólann á Akureyri. Já. Ég hef séð að skrifa allar fréttir á heimasíðu skólans. Já. Mér finnst það óskaplega skemmtilegt. Mér finnst mjög gaman að upplifa sig aftur og hafa nánd við krakkana. Já. Sérstaklega skemmtilegt. Já. Óskar, það er mynd í lokin. Já. Þú ert í fókus og allt. Er það ekki? Jú. Já. Þakka þér fyrir það. Þakka sömuleiðis. Gangi þér vel. Takk fyrir það.